Komið sæl og velkomin til fundar, 25. fundur sveitarstjórnar, haldinn hér í Frægarði í Gunnarsholti. Við erum á lið 1, álendisnefnd, fundur 4. Þar er vísað til umfjöllunar einstakar liði en fundargerðin að öðru leyti staðfest. Tekin er út liður 1.1, óskum leyfi til kvikmyndatöku Þjófafoss, niðurstaða hálendisnefndar. Hálendisnefndin setur sig ekki á móti þessum kvikmyndatökum við Þjófafoss. Lögð er áhersla á að haft verið samband við landeigendur sem eru eigendur Galtalækjar. Mikilvægt að virða bann við utanvegaakstri. Samþykkt samhljóða. Það er tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun hálendisnefndar orðið laust. Enginn kveður sér hljóðs. Þeir sem geta samþykkt tillögunni gefur merki. Tillagan er samþykkt samhljóða. Liður 1.2. Þorlakssturskeppni umsögn. Niðurstaða hálendisnefndar. Hálendisnefndin setur sig ekki á móti þessari þorlakssturskeppni vélhjólamanna. Lögð er áhersla á að haft verið samband við landeigendur sem eru eigendur hella í landsveit. Samþykkt samhljóða. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun hálendisnefndar. Orðið er laust. Enginn kveður sér hljóðs. Þeir sem geta samþykkt tillögunni gefur merki. Tillagan er samþykkt samhljóða. Liður 1.3. Erindar frá LÍV. Niðurstaða hálendisnefndar. Hálendisnefnd samþykkir að öryggisskilti verði sett upp norðvestan við Rauðuskál. Staðsending norður 6402,29, vestur 1936,026, samþykkt samhljóða. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun hálendisnefndar. Orðið er laust. Enginn kveður sér hljóðs. Þeir sem geta samþykkt tillögunni gefur merki. Tillagan er samþykkt samhljóða. Liður 1.4. Óskum leyfi til kvikmyndatöku við Sauðafellsvatn og Sigöldagljúfur. Niðurstaða hálendisnefndar. Hálendisnefndin setur sig ekki á móti þessum kvikmyndatökum við Sauðafellsvatn og í Sigöldagljúfri. Mikilvægt er að dagsetningar dragist ekki vegna spölunar og rétta. Ef þarf að hnika til dagsetningum þá er ekki heimilt að kvikmynda við Sauðafellsvatn dagana 23. og 24. september. Mikilvægt að virða bann við utanvegaakstri. Samþykkt samhljóða. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun hálendisnefndar. Orðið er laust. Enginn kveður sér hljóðs. Þeir sem geta samþykkt tillögunni gefur merki. Tillagan er samþykkt samhljóða. Liður 2. Húsakynni BS, fundur 12. Þar er vísað til umfjöllunar einstaka liði en fundargerðin að öðru leyti til kynningar. Tekin er liður 2.2. Rekstrarreiðuleg 2020. Niðurstaða húsakynna. Klara fer yfir rekstrarkostnað fyrir húsakynni BS. Þar sem uppkom óvæntur kostnaður vegna leka í kjallara leikskóla og bókasafns er lagt til að færa fjármuni frá fjárfestingu en var rekstur. Tillaga að gera viðauka 1 við fjárhagsáætlun 2020 vegna aukins rekstrarkostnaðar fyrir húsakynni BS að upphæð 5,5 milljónir. Að sama skapi verður fjárfesting lækkuð sömu upphæð til að mæta fyrrgreindu kostnaðarauka. Samþykkt samhljóða. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun stjórnar húsakynna BS viðauka 1 við fjárhagsáætlun 2020 fyrir sitt leyti. Orðið er laust. Margrét Harpa. Já, takk fyrir. Eitt sem ég velti fyrir mér, hvaða fjárfesting sem sagt var áætluð þetta ár og við hvað verður þá hætt við, eða sem sagt, hverju verður frestað? Takk. Takk. Þetta er raun áætlunin, það var áætlunin malbika bílaplan og hellulögn, hellulögn frá. Og það er raun það sem að er þessar 5,5 milljónir sem við þurfum að finna, það verður bara minna, það verður ekki kláru hellulögn á þessu ári. Það er raun, það verður bara hellulögn fyrir minni pening. Og það er gert svona til að þurfa ekki að fara að sækja meiri pening, reyna að hlekka að skera niður og taka á næsta ári. Takk fyrir það. Við erum ekki gott sér hljóðs. Þeir sem geta samþykkt þessa tillögu gefur merki. Tillagan er samþykkt samhljóða. Liður 3. Umhverfisnefnd, fundur 7. Þar er fundargerðin lögð fram til kynningar. Liður 4. Skipulags- og umferðarnefnd, Rangárþingsytra, fundur 30. Þar er vísað til umfjöllunar einstaka liði en fundargerðin að öðru leyti staðfest. Og ég lesi þetta upp á venju ef þið hafið athugasemdir látið vita, annars er litið svo að afgreiðslan sé samþykkt samhljóða. Liður 4.1. Meiritunga 3. Landnúmer 16513 landskiptið vegsvæði. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemdir við áformin landskipti né fyrirhugað heiti á spildum. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. Það er samþykkt samhljóða. Liður 4.2. Meiritunga land
landnúmer 195063, landskipti vegsvæði, niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemdir við áformuð landskipti né fyrirhugað heiti á spildum. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. Það er samþykkt samhljóða. Liður 4.3, Leirubakki landnúmer 164988, landskipti höfuðból 101 og 102. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemdir við áformuð landskipti. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. Það er samþykkt samhljóða. Liður 4.4, Minnivellir, landnúmer 229622, landskipti. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemdir við áformuð landskipti með fyrirvara um gildistöku á stofnun Minnivalla 2, landnúmer 229622 sem í lokaferli. Nefndin gerir ekki athugasemdir við áformuð heiti á spildunni né sýndar aðkomur frá landvegi. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og það er samþykkt samhljóða. Liður 4.5, Stóruvellir, landskipti. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemdir við áformuð landskipti né fyrirhugað heiti á spildunni. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. Það er samþykkt samhljóða. Liður 4.6, Hofsjála, landnúmer 165382, landskipti. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemdir við áformuð landskipti né fyrirhugað heiti á spildunni. Nefndin ítrekar að gera þarf grein fyrir aðkomu á spildum þegar áform uppbyggingu liggur fyrir við gerð deiliskipulags ef það er ekki gert í meðferð landskiptana sjálfra. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og er það samþykkt samhljóða. Liður 4.7, Klettamörk, breyting á landnotkun. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd telur að búið sé að bregðast við öllum framkomnum athugasemdum og leggur til að tillagan verði send skipulagsstofnun til afgreiðslu. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og er það samþykkt samhljóða. Liður 4.8, Skammbeinsstaðir 1D, deiliskipulag. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd samþykkir framlagða tillögu og leggur til að hann verði auglýst samkvæmt 1. málsgrein 41. greinar skipulagslaga nr. 123/2010. Þegar áliti vegagerðarinnar vegna nýrrar tengingar liggur fyrir. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og er það samþykkt samhljóða. Liður 4.9, Hagakrókur, deiliskipulag. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd telur að búið sé að bregðast við öllum framkomnum athugasemdum og leggur til að tillagan verði send skipulagsstofnun til afgreiðslu. Nefndin samþykkir jafnframt að óskað skuli eftir undanþágu frá grein 5.3.2.5 í skipulagsreglugerð fjarlægð milli bygginga og vegar. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og það samþykkt samhljóða. Og það komum við förum í lið 5, Oddibjörns fundur 29. Þar er fundargerðin lögð fram til kynningar. Liður 6, fjallskilanefndar Rangárvallaafréttar. Fundargerð frá 7. september 2020. Þar er fundargerðin lögð fram til kynningar. Margrét Harpa. Já, takk fyrir. Eitt sem ég velti fyrir mig þegar ég las fundargerðina að þurfum við ekki að skipa einhvern sóttvarna fulltrúa í réttum. Er það ekki okkar hlutverk? Jú, Ég sakna þess að það sé ekki gert þarna. Við komum inn á það í liðnum undir COVID. Það er hérna fjallað þennan sóttvarna fulltrúa. Þannig að við hefum ekki farið yfir það þá. Við liður 7, heimsókn til Landgræðslunnar. Við erum búin að eiga hér fund með forsvarsmönnum Landgræðslunnar, fengið kynningu á starfseminni og fund með forstöðufólkinu eins og ég segi. Og við þökkum til að bókunin að sveitarstjórn þakki góðan upplýsandi fund með forsvarsfólki Landgræðslunnar. Ágúst. Oddviti og ég var reynda búin að bæta aðeins við til að aðeins meiri bókun við má varpa henni upp. Gjör svo vel. Við finnum það. Sést nú ekki vel, já.
Hún hljóðar þá á þessa leið. Sveitarstjórn átti fund með forsvarsfólki Landgræðslunnar og sátu fundinn Árni Bragason landgræðslustjóri, Magnús H. Jóhannsson, Gústaf Ásbjörnsson og Reynir Þorsteinsson. Þeir kynntu starfsemi Landgræðslunnar og ræddu sérstaklega landgræðslu og skógrækt í sveitarfélaginu. Sveitarstjórn þakkar góðan og upplýsandi fund með forsvarsfólki Landgræðslunnar. Þetta er samþykkt. Allir samþykkið það. Allt í fína. Við förum yfir í lið 8, viðbragðs- og aðgerðaáætlun vegna COVID-19. Það sem lagði fram til kynningar ýmsar upplýsingar sem tengjast COVID-málum. Ágúst, vildu þú fara yfir eitthvað hér? Já, Oddviti, takk fyrir það. Það eru þarna, við fáum náttúrulega jafnt og þétt svona alls konar upplýsingar og leiðbeiningar sem við erum að uppfæra varðandi þessi mál og núna nýjustu sem sé reglugerð, nýjasta reglugerð sem sé samkomu takmarkanir og slíkt, hún tók gildi núna á mánudaginn var, eins og allir vita sjálfsagt. En það er gert ráð fyrir að sem sé kveðið á að það sé mestalagi 200 manns sem sé að hittast og að fólk haldi meters millibili og eins og hægt er. Við erum auðvitað að reyna það hér eins og aðrir. Hins vegar að þá er líka talað þarna hvernig varðandi skólastarfið og annað og það er börn sem eru fædd 2005 eða síðar að þau eru ekki talið með í þessu í rauninni. Þannig að og það eru auðvitað allir að reyna að fara eftir þessu bara og við höfum komið þessu á framfæri við okkar stofnanir og svona og það eru margvíslega leiðbeiningar sem snúa bæði að skólunum og eins að íþróttamannvirkjum og sundlaugum og þessu sem er í leiðbeiningaformi og svona, hvað ég var að segja, alls konar hjálpleg svör við sem fólk er að spyrja og bara ágætt. Nú síðan er þarna heilmikið göngur og réttir, það er mjög vandaðar leiðbeiningar það og það er eins og kom fram áðan að þar var fundur í fjallskilanefnd Rangárvallarafréttar. Það er líka búið að vera fundur í fjallskilanefnd Landmannaafréttar en svo fundagerð var bara ekki komin fyrir þennan fund en það var sams konar umræða þar og ég var á þeim fundi líka og í báðum þessum þeir fundi voru haldnir áður heldur þessu nýjustu tilmæli komu og með voru saman það aðeins að hingra, það er ekki komið að réttum alveg en það er búið að undirbúa kostgæfni fjallferðina sjálfar, tryggja það að í fjallaskálum sé nóg pláss og það er að segja að menn sé ekki of þétt þar. Til dæmis get ég upplýst af Landmannaafrétti að þá eru gististaðir í Landmannalaugum annars vegar og hins vegar í Landmannahelli samkvæmt venju en að þessu sinni þá verður bara verið í Landmannahelli vegna þess að það er meira pláss og menn þurfa ekki að vera eins þétt. Það verður ekki sem sé gist í Landmannalaugum og á Rangárvallarafrétti að þá eru gististaðirnir 2 í Hvangili annars vegar og Hungufitt hins vegar og þar er bara yfirdrifið nóg gistipláss fyrir þá 20 fjallmenn cirka sem fara í þessa ferð. Þannig að en gistipláss fyrir 80 hvorum stað allavega, þannig að það á ekki að vera vandamál að geta halda því vel í sundur og allir meðvitaður sótt varnir spritt með í för og svona þannig að sérstaklega aðgæsla við varðandi mat og þess aftar og ekki gert ráð fyrir neinum gestum sé ekki samgangur við hvorki ferðamenn sem eru þarna á ferðinni eða aðra það eru bara þetta fjall þetta leitar fólk sem saman í þessu það er passað upp á það að gera lista þá sem fara á fjall það er óskað eftir því. Allir eru með COVID-appið, eða sem sé rakningarappið. Þó að séum ekki alls það kannski símasamband þarna inn á fjöllum og þá erum við með þetta. Og
Þannig að það er búið að undirbúa fjallleðina mjög vel. Varðandi réttarstörfin að þá er komið að stað að finna aðila í að vera sjá hvað ég var að segja, hafa umsjón með sóttvörnum. Það sér að sumstaðar landið að þá hefur þetta bara verið réttarstjórarnir sem eru að sjá þetta. Kannski þarf þetta ekkert að vera mjög flókið en báða þessar nefndir allir að finna aðila sem myndi vera sóttvarnafulltrúi í réttum. En menn töldu bara ekki alveg komið að því þegar þessir fundir fóru fram, en það verður gert áður en farið verður á fjall. Þannig að við getum alveg tryggt það, að það sé þannig. Já, ég held að sé nú svo sem ekki meira en þetta að segja. Síðan eru við náttúrulega þarna, en auðvitað ætti að bóka sérstaklega þetta. Ég held að við ættum að gera það, ég legg til að við gerum það. Sem sé að árétta það að þessi sóttvarnafulltrúar séu skipaðir og það er þetta best að þessi fólk sem þekkir vel til og þekkir alla og svona góðum stað. Síðan er þarna mikið af gögnum sem sé fjármála upplýsingar. Það er búið að gera alls konar úttektir og skoða hvernig sveitarfélög standa vítt og breitt landið. Þau standa misjafnlega greinilega og þetta er auðvitað spár, þetta er ekki staðreyndir. Og ég segi fyrir mig að mér finnst svona í þessari umræðu fjárhagsstöðu sveitarfélagana þá finnst mér vera kannski hafa byrjað aðeins og fljótt að draga ályktanir hverja þyrfti að styðja sérstaklega og hverja ekki. Því að það er bara ekkert komið í ljós í rauninni. Það var, ég segi fyrir mig að mér fannst þá fljótt að fara að útdeila einhverjum fjármunum til sveitarfélaga. Áður að liggur bara fyrir hvernig þetta verður nú, því að það kemur ekki ljós fyrir núna í haust og ég vetur hvernig þetta raunverulega verður. En auðvitað þarf að bregðast við hjá þeim sveitarfélögum sem eru bara í lausafjárvanda og bara ekki fyrir launum. En hins vegar er óþarfi finnst mér að vera að dreifa styrkjum á fyrstu vikum þessara farsóttar. Segi ég nú bara fyrir mig. Staðan í okkar sveitarfélagi er líklega þannig að við þurfum að búast í tekjufalli upp á sirka 100 milljónir. Það er það sem við metum í bókhaldsdeildinni og fjárhagsdeildinni okkar. Og það kemur reynda fram í þessari skýrslu ekkert ósvipuð tala. Það er 5% af okkar veltu. En auðvitað er það líka spá, en það er eins og við sjáum þetta núna í það minnsta. Og við vitum með jöfnunarsjóð, það er búið þegar að skera hann niður og þó að árið séu þetta ekki búið og jöfnunarsjóður hefur nú alltaf starfað þannig að það er verið að taka ákvarðanir alveg til loka árs. En allavega vitum við að það er eitthvað 40-50 milljónir sem við erum að fá í niðurskurð þar og síðan vitum við að það er aðeins samdráttur í útsvarstekjum og þannig að já, þetta er í rauninni svo tala sem við þurfum að vinna með held ég. Það er svona í kringum 100 milljónir fyrir þetta ár. Við höfum auðvitað skilað rekstraráætlun sem að gera ráð fyrir rekstrarafgangi þannig að þetta svo sem setur ekkert allt á hvolf en einhvað síður að þá þurfum við eitthvað að bregðast við örugglega innan ársins. Við höfum ekki tekið lán í nokkur ár fyrir sveitarfélagið sjálft. Við höfum verið að taka lán fyrir byggðasamlögin sem við erum í eða þessi verkefni sem við erum með þá til framkvæmda. En við höfum ekki verið að taka lán, heldur við að borga niður lánin okkar og erum stöndum þess vegna kannski bara ágætlega til að takast á við þetta og búin að borga niður skuldir. En þetta er það held ég það sem að vinna haustsins hjá okkur, það er að meta það hvernig við göngum frá þessu ári nákvæmlega. Ekki fleira, takk. Takk fyrir þetta. Einhverjar spurningar þetta til ágúst? Annars er hér til að bókum við þennan lið. Margrét Harpa? Já, maður kannski aðeins skjóta þarna inn í, sé að hérna undir í fundagögnu þá er settur inn minnisblað frá Anítu Tryggvadóttur. Þurfum við eitthvað að taka það sérstaklega fyrir? Það er þetta heilsueflingu 67+. Ágúst. Já, þetta er bara alveg hárrétt. Þetta var svo mörg skjöl hana að ég bara gleymdi því. Það er nákvæmlega það sem maður þarf að gera. Það þarf að ræða það einmitt hér.
og bóka það. Það sem sé þarna stutt samantekt hvernig þetta tókst til í sumar, þetta sem við sóttum og fengum aðeins pening í að vera með heilsu átak fyrir heldri borgara og það tókst svona glimrandi vel og þar mikill áhugi hjá bæði verkefnistjórarnir sem við fengum í þetta, henni Anítu og eins frá þeim sem hafa tekið þátt í þessu, það var einhverjir 25 sem hafa tekið þátt í þessu. Þar í rauninni koma fram óskir að halda áfram með þetta og við vorum auðvitað að nota sumarið, þar að segja að það var ekki neitt íþróttastarf og við vorum skólana í sumarið auðvitað, þannig að það var hægt að nýta íþróttahúsið. En hins vegar sjáum við möguleika í því og þau að við gætum hugsanlega allavega svona til skemmri tíma nýtt aðstöðu sem var nýtt undir heilsuræktina. Búningsklefarnir svokölluðu sem hafa reyndar aldrei verið notaðir í það. Það væri hægt að nota hana tímabundi fyrir þessa leikumi eða þessa heilsurækt. Þetta eru svona, hvað ég má segja, þetta eru svona stöðvar sem eru settar upp og sem Aníta hefur verið að stýra. Þannig að það mjög gott að fá umræðu nákvæmlega þetta á þessu fundi sem sé fyrsta lagi bara hvað fólki sýnist það að við leyfum þessu að halda áfram. Við vitum svona nokkurn veginn hvað það kostar okkur og við vitum hvað aðstöðu þarf til og síðan þarf auðvitað að ræða það í sambandi við fjárhagsáætlun næsta árs og næstu ára hvort að þetta eigi að vera bara fastur liður hjá okkur. Í þeim sem tókst þetta mjög vel og við nýttum þessa aura nákvæmlega í þetta sem fengust í styrk. Það voru 400.000 krónur sem við fengum í styrk til þess að halda þessu gangandi í sumar og það dugði fyrir þessu. Þannig að þetta alveg hárrétt. Við stafsökunum að hafa bara glemt þessu. Takk. Takk fyrir það. Ef ég segi fyrir mitt leyti þá finnst mér bara mjög ánægilegt hversu vel þetta verkefni tókst. Og styð það að ef við höfum tök á að halda þessu áfram. Þessari heilsu eflingu. Haraldur. Já, ég tek bara undir það. Ég legg til að við sameinumst það að láta þetta halda áfram. Sem heilsueflandi sveitarfélag. Sinna þessum aldurshópi aðeins. Takk fyrir. Takk. Hjalti. Ég bara tek undir það. Það alveg flott. Það besta mál. Heilsueflandi samfélag. Stendur. Bara tek undir það, þetta gott mál en núna líka þegar það svona liggur niður í alls konar tómstundastarf hjá eldri borgurum, kórarnir og þetta, þá þetta gott að hafa þá eitthvað og upphæðin býtur hann við að finna það. Þannig að þetta haldi áfram. Það var, takk fyrir það Stendur. Það var þetta ákveðin fjárhæð sem var sett í heilsueflandi samfélag fyrir þetta ár, sko. Þannig að ég held að það væri svigrúm þar til dæmis. Hvað er þetta? Já, þetta er náttúrulega bara mjög flott verkefni og ef það er svigrúm til að halda því áfram núna út þetta ár þá er það bara mjög tel ég að vera jákvætt, en það er kannski svolítið erfitt að vera að sambyggja ef maður veit ekki hvort að svigrúmi sé til, það er kannski fyrst að fylgja. Þetta virðist vera hvað, kostar 200.000 á mánuði, með þetta voru 2 mánuðir á 400.000, þannig að kannski bara, já, þurfum kannski eiginlega að vita hvað er til svigrúm. Ég hef ekki aðgang að þeim upplýsingum. Er hægt að komast að því hér og nú? Alltaf með það sem að það er ekki búið að vera mikil útgjöld í heilsueflandi samfélagi, þannig að það er alveg, ég held að það sé alveg öruggt að það sé til fyrir þessu fram áramótum. Ágúst. Ég tek undir það. Það er svigrúm í fjárhagsáætlun undir liðnum heilsueflandi samfélag. Það hefur ekki verið mikil útgjöld þar. Þannig að það er örugglega svigrúm. En það er auðvitað að koma með þetta bara nákvæmlega útfært, sko, ef maður vilja. En ég tel að það sé hægt að samþykkja þetta svona. Að þetta rúmist innan fjárhagsáætlunar.
En í raun og eftir þá að tala við auðvitað verkefnastjóran, hann áhugasamur en kannski þarf að semja þetta eitthvað en á þessum svipuðu nótum að þetta geti verið svona alltaf 200.000 sem þetta kostar á mánuði. Að þá held ég að það sé ágætlega stoppið miðað við annað. Og þetta eru sem sé þá í rauninni tæplega 4 mánuðir í rauninni sem undir. Þetta aðeins inn í september sem við höfum verið að vinna með þetta í rauninni. Það kom þetta fram hjá sem sé félagi eldri borgara þegar þeir eru tilbúin að borga sjálfs ef þetta fer ekki, ef þetta er ekki frekar en að missa þetta í rauninni. Margrét Harpa. Já, það er flott og spurning hvort maður getur samþykkt þetta með þeim fyrirvara þetta rúmist innan fjárhagsáætlunar, þar sem upplýsingar liggja ekki fyrir. Velti líka fyrir mér að það náttúrulega starfsemi hjá félagi eldri borgara hefur legið niður núna eiginlega síðan COVID kom upp, síðan í mars. Þannig að jafnvel ættu þau eitthvað svigrúm, félagi eldri borgara á kannski eitthvað svigrúm í sinni fjárhagsáætlun. Með að greiða inn í þetta ef því er að skipta. En ég held að þetta sé bara hitt besta mál. Spurning hvort þú komur þessu þarna inn í ágúst. Bókunina. Já, ég sem sé legg til að við bókum þetta bara þá þannig að það sé sérstakur liður 8.1 sem snýra þessu göngum og réttum og 8.2 væri þá þetta sérstaklega, ég undirbý það bara. Já. Þessa hálf. Já, ég var bara að spáði hvort ég geti fengið bara fundarlið og meðan að formúlera bókun. Fundarlið, samkvæmt. Núna. Ok. Tillögur á bókun við lið 8.1, liðurinn er göngur og réttir. Sveitarstjórn vill árétta við fjallskilnefndir og leitar- og réttarstjóra sveitarfélagsins að fylgja þessum leiðbeiningum og sjá meðal annars til þess að sérstakur sóttvarnafulltrúi sé skipaður við réttarstörfin. Orðið er laust. Engin hvað þessi hljóðs, þeir sem geta samþykkt tillöguna gefa merki. Tillagan er samþykkt samhljóða og liður 8.2 heilsuátak eldri borgara í Rangárþingi ytra. Fyrirliggja minnisblöð frá verkefnisstjóra og formanni félags eldri borgara heilsuátak sumarsins. Mikil ánægja er með hvernig átakið hefur tekist og fyrirliggur ósk að þessu verði haldið áfram. Tillaga er að verkefni haldi áfram út þetta ár enda gert ráð fyrir að rými sé fyrir hendi í fjárhagsáætlun ársins undir liðnum heilsueflandi samfélag. Frekari ákvörðunum varðandi framhald verkefnisins er vísað til gerðar fjárhagsáætlunar næsta árs. Orðið er laust. Engin hvað þessu hljóðs, þeir sem geta samþykkt tillöguna gefa merki. Tillagan er samþykkt samhljóða. Förum í lið 9. Geitasandur, umsókn framkvæmdaleyfi til skógræktar. Afgreiðslu erindis framkvæmdaleyfi var frestað og í millitíðin óskað eftir greinargerð frá Landgræðslunni varðandi nýtingu lands á þessu svæði. Tillaga bókun í ljósi greinargerðar frá Landgræðslunni og upplýsandi yfirferðar með forsvarsfólki Landgræðslunnar varðandi rökstuðning fyrirhugað skógræktarverkefni er lögð fram eftirfarandi tillaga. Sveitarstjórn Rangárþings ytra veitir Skógræktarfélag Íslands framkvæmdaleyfi til ræktunar loftslagsskóga á 193 hektara svæði úr Geitasandi samkvæmt meðfylgjandi gögnum þar
Mikilvægt er að hönnun og skipulagssvæðisins verði í samræmi við ákvæði skógræktarsvæði í aðalskipulagi Rangárþings ytra. Orðið er laust. Engin kveður sér hljóðs. Þeir sem geta samþykkt þessa tillögu gefa merki. Tillagan er samþykkt samhljóða. Ágúst forsvarsfólki landgræðslunar hafa var með litla liðana. Liður 10. Endurnýjun félagslegra íbúða sveitarfélagsins. Endurfjármögnun eldri lána hjá Íbúðalánasjóði. Það er tillaga að sveitarstjórn Rangárþings ytra samþykki að taka lán hjá Lánasjóði sveitarfélaga að fjárhæð allt að 57 milljónum króna til 13 ára í samræmi við skilmála lánveitingarinnar sem liggja fyrir fundinum. Til tryggingar láninu standa tekjur sveitarfélagsins samanber heimild í 2. málsgrein 68. greinar sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011. Er lánið tekið til að endurfjármagna eldri íbúðasjóðslán sem hvíla á íbúðum í eigu sveitarfélagsins samanber 3. grein laga stofnun opinbers hlutafélags Lánasjóð sveitarfélaga nr. 150/2006. Jafnframt er Ágústu Sigurðssyni sveitarstjóra kennitala 311064 4879 veitt fullt og ótakmarkað umboð til þess fyrir hönd Rangárþings ytra að undirrita lánssamning við Lánasjóð sveitarfélaga samanber framangreint, sem og til þess að móttaka, undirrita og gefa út og afhenda hvers kyns skjöl, fyrirmæli og tilkynningar sem tengjast lántöku þessari. Orðið er laust. Engin kveður sér hljóðs. Þeir sem geta samþykkt þessa tillögu gefa merki. Tillagan er samþykkt samhljóða. Liður 11. Fjárhagsáætlun 2021-2024, undirbúningur og vinnuplan. Hér lögð fram gögn til undirbúnings fjárhagsáætlunar. Liður 12. Samningar samstarf sveitarfélaga. Niðurstaða samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytis á yfirferð samstarfssamninga. Hér lögð fram úttekt á samstarfssamningu sveitarfélagsins og það er tillaga að leita til stjórnsýslu endurskoðanda sveitarfélagsins með að gera tillögur til úrbóta varðandi samþykktir fyrir þau byggðasamlög sem í umsjá Rangárþings ytra. Orðið er laust. Kannski, Ágúst. já, þetta er bara svona að rifja það upp að við erum nýbúin að fara í gegnum alla samþykktir fyrir byggðasamlögin okkar. Töldum þetta að væri 100% í lagi, en þegar menn fundu þarna einhver smá atriði sem þarf beinlega að laga, það er bara að gera það. Kemur að vissu leyti óvart að því við erum svo nýbúin að fara í gegnum þetta. En það er ekkert annað í búið en að bara taka þetta upp og laga þetta bara. Þetta er auðvitað þetta eru byggðasamlögin fyrst og síðast. Maður sér hins vegar og heyrir af að það er mjög mikið eftir víða í þessu, en við vorum sem betur búin að taka kúfinn af þessu. Bara svo það sé upplýst að við vorum búin að fara í gegnum allar okkar samþykktir. Sérstaklega hvað snýr þá þætti sem snúa að réttindum starfsfólks og slíkt sem auðvitað mjög mikilvægt atriði í þessu, og enda þessar athugasemdir ekki það í þessum samþykktum sem það voru búin að fara í gegnum. Takk fyrir það. Fleiri Margrét Harpa? Já, bara góð tillaga. Ég velti fyrir mig hvort maður eigi að setja inn við þurfum að svara þessu fyrir 15. nóvember, þurfum við að taka þetta eitthvað aftur fyrir hjá okkur eða eigum við að setja þennan tíma inn til að þeim að framkvæma þessar útbætur, eða þurfa að leggja þetta aftur fyrir sveitarstjórn? Ágúst. Já, 15. nóvember er ábyggilega algjörlega heilög stærð, en þetta kemur fyrir sveitarstjórn. Allar þessar samþykktir koma bara automatist og þurfum við að koma 2 sinnum. Þannig að það verður ekki hjá því vikist og þetta reyna að halda þessi tímamörk bara. Þannig að það má hann nefna það líka, með vilja. En það kemur fram í bréfinu og það er opið öllum að lesa það. Fleiri? Það er ekki hvað til ljós. Þeir sem geta samþykkt þessa tillögu og svona, gefið merki. Tillagan samþykkt samhliða. Lið 13 fjárhagsáætlun 2020 viðauki 2. Viðauki vegna tæmingar rótþróa. Það er lögð fram tillaga að viðauka 2 við fjárhagsáætlun 2020 að fjárhæð 12,4 milljónir króna fyrir tæmingu rótþróa. Viðaukanum er mætt með því að flytja 12,4 milljónir af framkvæmdafé fráveitu. Orðið er laust tillöguna. Steindór. Er eitthvað búið að skoða hvar það yrði þá? Eitthvað dreift yfir eða einhver ákveðna sem þetta er tekið af? Ágúst.
Já, það sem sé, við vorum með 25 milljónir áætlaðar í fráveitu og við höfum ekki notað þá peninga nema mjög litlan hluta, þannig að við getum flutt þetta af því í rauninni, eða bara þetta ættu þetta að vistast þar hvað sem er. Þannig að í rauninni höfum við svigrúm í fjárhagsáætlun fyrir þessu liði eins og staðan er. Það var kaup á búnaði sem var stór hluti af þessari áætlun okkar og eins og við vitum að þá höfum við reynt að halda áfram öll verkefni sem snúa sérstaklega að atvinnu en kannski frekar geta svona beðið með það sem við erum að ræða að kaupa búnaði. Þetta er þannig tilfelli. Þetta er að fráveitu. Takk. Fleiri? Þeir sem geta samþykkt tillöguna gefa merki. Tillagan er samþykkt samhljóða. Liður 14 fjárhagsáætlun 2020 viðauki 3. Það er viðauki vegna prentunar og útgáfu byggðasögu Hellu. Lögð fram tillaga að viðauka 3 við fjárhagsáætlun ársins 2020 vegna prentunar og útgáfu byggðasögu Hellu, Hellaþorp í Þjóðbraut, að upphæð 5,3 milljónum króna. Viðaukanum verði mætt með bókasölu. Orðið er laust þessa tillögu. Engin kveður sér hljóðs. Þeir sem geta samþykkt tillöguna gefa merki. Tillagan er samþykkt samhljóða. Margrét Arpa? Já, má ég kannski bara spyrja þessu tengt. Nú er bóksalan farin af stað. Er einhver upplýsingar það hvernig hún fer af stað? Ágúst, þarfst þú með upplýsingar það? Já, ég hef ekki alveg nýjustu kannski, en þetta fór ágætlega af stað fyrstu dagana. Þetta snýst nú pantanir í gegnum netið og það var bara þó nokkuð líf í því til að byrja með. Vissi ég. Þannig að þeir sem eru vanir í bóksölu, því fólki sem við erum að vinna með þarna sem eru bóksalar, þeim fannst þetta vera frekar gott hjá okkur. Og síðan er auðvitað eins og þið vitið að þá er stefnt á þriðjudaginn næstu viku að vera með smá kynningu á bókinni. Þetta er náttúrulega allt erfitt á þessum COVID-tímum en það þýðir ekki annað en að reyna að lifa lífinu áfram og það er nauðsynlegt fyrir svona bókaútgáfu til að vekja athygli á að það sé einhvers konar viðburður. Þannig að það verður gaman að sjá hvernig það kemur út, hvað panta margir eða kaupa bækur þá. Það sem sé, við verðum komið með allar bækur þá í hendurnar í rauninni. Það var sem sé, við vorum eftir hans verið í Kilju og hins vegar í Harspjöldum og Harspjöldin taka lengri tíma en þau eru sem sé tilbúin núna að vera að klára þarna á þriðjudaginn. Það er að venda fólki bækur. En nákvæma tölur hvað er búið að selja veit ég ekki. Gott mál, takk fyrir þetta. Liður 15 kjör nefndaráð og stjórna, breytingar á fulltrúum í nefndum. Skipa þarf varafulltrúa í stað Bjartmar Stein Steinarssonar sem er flutt úr sveitarfélaginu. Það er hér tillaga eftirfarandi breytingar á skipan nefndir og ráð. Gunnar Aron Ólafsson verði varamaður í samgöngu- og fjarskiptanefnd og Ingu Karl Jónsson verði varamaður í heilsu, íþrótta- og tómstundanefnd og þá tæki Margrét Harpa Guðsteinsdóttir við sem varamaður í stjórn félags- og skólaþjónustu Rangvallasýslu og Vestur-Skaftafellssýslu BS í stað Ingva Karls Jónssonar. Orðið er laust þessa tillögu. Engin kveður sér hljóðs, þeir sem geta samþykkt hana gefa merki. Samþykkið Ágúst. Tillagan samþykkt samhljóða. Liður 16 erindi og fyrirspurnir frá álista 2020. Það er liður 16.1. Hver er staðan á byggingarsjóði á hver er staðan á byggingaráformum á byggingu nýs leik- og grunnskóla Hellu? Svar sveitarstjóra. Undirbúningur er í gangi og næsti fundur vinnuhóps verkefnið er í næstu viku. Liður 16.2. Hver er staðan á byggingarsjóði á Lundi og yfirdrætti þar sem sveitarfélag ábyrgist? Og það er hér tillaga að vísa þessari fyrirspurn til stjórnar Lundar. Orðið er laust þá tillögu. Engin kveður sér hljóðs, þeir sem geta samþykkt hana gefa merki. Tillagan samþykkt samhljóða. Margrét Arpa? Já, takk fyrir. Bara eitt sem ég velti fyrir mér síðast fengum við stjórnarfundagerð frá Lundi á júnífundi okkar tókum við hana fyrir. Þar var einmitt verið að nefna hana yfirdrátt og forstöðumann á Lundi var falið að senda sveitarstjórnum bréf eða erindi úrlausn á þessum yfirdrætti
Ég bara velti fyrir mig hvort að það bréf hafi nokkuð borist eða hvort það hafi týnst eða ég hef ekki séð það. Takk. Takk fyrir það. Ágúst? Ég held að það hafi ekki borist slíkt bréf, en hins vegar hefur auðvitað verið í sambandi og það sem að ég var aðeins að bíða eftir var ósk frá í rauninni forstöðumanni eða stjórnlundar fund með sveitarstjórnum. Því að við vorum nú einhverjum öðrum fundi sem ég man ekki hver var, að þá kom það fram einmitt að það var ósk það, en formlega ósk hefur ekki borist ennþá. Þannig að við mögum búa okkur undir það að við verðum boðuð á fund sem sé til að fara bara yfir þessi mál sem ég held að sé bara algjörlega nauðsynlegt. Og ég hafði trú á því að það hefði kannski í þessari viku en hún styttist nú í annan endan. Þannig að það hlýtur bara að vera alveg að bresta á. Og það er auðvitað langt best fyrir okkur að fá bara upplýsingar beint bara á slíkum fundi. Takk. Liður 16.3. Hver er staðan á sölu eignarhluta Rangárþings ytra í Suðurlandsvegi 1-3 hf? Hefur hann verið auglýstur opinberlega á sölu samanber samþykkta tillögu álista á 50. fundi sveitarstjórnar 7. júní 2018. Svar sveitarstjóra: gerð hefur verið könnun á sölu hlutabréfa í Suðurlandsvegi 1-3 hf með aðstoð fjármálafyrirtækja, ekki er nein niðurstaða komin í það mál. Fyrir með lið 17. Hekla erindi íþróttavöll vegna framtíðar skipulags- og fjárhagsáætlunar. Það er hér lögð fram bréf frá ungmennafélaginu Heklu vegna framtíðar skipulags- og fjárveitinga varðandi íþróttavöll á Hellu. Það er tillaga að vísa erindum til faghóps þróun skólasvæðis og til vinnu við fjárhagsáætlun næsta árs. Orðið er laust. Engin Margrét Harpa? Já, takk fyrir þetta. Mér finnst bara áhugavert og gott þegar maður fær svona ákveðna skoðun inn í þessa umræðu og bara fagna því. Þetta svona, já, það er að mörgu að huga, þannig að mér líst bara vel á að þessu sé vísað til vinnuhópsins. Takk. Takk fyrir það. Ágúst? Já, þetta er kannski bara, maður fór aðeins að hugsa því að nú tökum við þetta skilja fyrir, þannig að þetta er auðvitað þessu beint bara til sveitarstjórnar. En þetta er í rauninni eins og aðrar athugasemdir sem við vorum að kalla eftir í vor og fóru bara í þann farveg að þetta fór fyrir þennan vinnuhóp. Þannig að það er alveg eðlilegt að þetta fari þangað. En svo er líka hægt að vera að byggja fjármuni sem eiga þá erindi bara vinnu við gerð fjárhagsáætlunar næsta árs. Akkurat. Fleiri hafa ekki gott til hljóðs til þess að geta samþykkt þessi tillögu geðmerki. Tillagan samþykkt samhljóða. Það liðir 18. Málefni hestamanna við Hesthúsgötu á Hellu. Styrkbeiðni til vegabóta. Hér er lagt fram erindi frá félagi hesthúseigenda Hellu þar sem óskað er eftir styrk til viðhalds Hesthúsgötu í gamla hverfinu Hellu sem nemur helmingi heildarkostnaðar. Tillaga að samþykkja að veita umbeðinn styrk á fjárhæð 620.000 krónur. Orðið er laust. Steindór? Já, ég myndi að spyrja þetta vinnuhópurinn sem skipa hvernig það er í venna einhver vinna í gangi með framtíðar skipaðarna því að nú er ljóst eftir á svona liggur fyrir þetta einhvern tíma myndi að fara, þetta er allan að víkjandi skipulagi. Hvað er það ferlið komið langt? Fyrir því kannski umræðu ferlið. Takk. Ágúst? Jú, það er eins og annað með kannski COVID að það er ekki eins mikið að fundum eins og við ætluðum, en það var fundur sem sé þarna bara í vor þar sem þetta var rætt og við erum í þessum vinnuhópi fyrir hönd sveitarfélagsins, Haraldur Eiríksson, Yngvi Harðarsson og ég og forsvarsfólk sem sé Hesthúsafélagsins. Þannig við höfum hitt þau, áttum mjög góðan fund með þeim. Síðan var eiginlega boltinn hjá þeim að ræða sín mál innanbúðar og þau hafa gert það núna í sumar. Við höfum fundað oftar en einu sinni. Við verðum mjög upptekin af þessu að laga veg og svo leiðis sem er bara þitt besta mál og þau hafa undirbúið þetta verkefni alveg, fengið í það tilboð og Þannig að það er gott mál en þannig að ég held að sé mitt nauðsynlegt að núna köllum við þennan hóp aftur saman og svona förum að reyna að ýta þessu áfram, þessu máli eins og þú segir Steindór. Að á botni í þetta hvernig þetta á að vera til framtíðar. Það má segja að við höfum gefið þeim bara
svolítið tíma til að ræða þetta í sinn hóp. En við áttum mjög góðan fund, fannst mér, í síðasta vor þetta, upplýsandi. Og þannig kom í félagsskapur. Það er allur munur á því að tala við þetta hóp þegar það er svona eitthvað formlega heitt í kringum þetta. Það eru kosnir fulltrúar og svona. Var svona frjálslegt, sko. Þannig að það kom nú upp úr kafinu reyndar að þessi félagsskapur var til, hann hafði bara ekki verið virkjaður í mjög mörg ár. Þannig að það var til einhverju samþykktur og allt fyrir félagi, þannig að það var ekki flókið að virkja þetta aftur. Þannig að ég á von á því að við getum lagt fram eitthvað, bara fljótlega, ég svona ímynda mér það, hver eru næstu skref í þessu. Ég held við ættum að stefna allavega að því að það væri ekki seinna en á næsta sveitarstjórnarfundi. Ég er kannski búin að segja mikið, veit það ekki, en stefnum að því allavega. Gott, takk fyrir þetta. Fleiri? Hjalti? Já, ég bara einmitt fagna því að það sé fyrirhugaðir fleiri fundir á næstunni. Þetta er mikilvægt að það bara ræða þetta og komast að niðurstöðu. Takk. Takk fyrir það. Og kannski bara Steinn? í framhaldinu kom það líka heyrt af svona, núna er það næsta pála á dagskrá, það er svona smá ónægja með veginn sem lagður var á sínum tíma. Hvernig gegnum öndurnar á það, fólk er að tala um það sem færi nálægt þetta sé ónægja og svona, þannig að það er svona, þessi vegur kemur góður og svo kemur kannski eitthvað framhald á fleiri vegum og þá er mjög nauðsynlegt að fá sem fyrst niðurstöðu í framtíðarskipunina. Svo sé kannski ekki verið að fjárfesta í vegum sem síðan nýtast ekki þegar þetta verður flutt. Þannig Ég bara get tekið undir þetta, sko. Fleiri, Margrét Arba? Já, ég bara tek undir orð Steindórs og fleiri hérna, en náttúrulega þetta eitthvað praktíska hvaðan þetta er tekið. Við höfum yfirleitt sett úr hvaða málaflokki þetta er tekið, þessi styrkur. Ágúst. Já, ég get upplýst að það ætti kannski að standa þarna, en við sem búin að fara yfir það með forstöðumanni þjónustumiðstöðvar, málaflokkur 10, að þetta er í rauninni upphæðin er þannig að það er ekki þörf á því hvað ég má segja, það er ekki ástæða til að fara að gera viðauka fyrir þessu upphæð, en forstöðumaður þjónustumiðstöðvar telur að þetta rúmist innan málaflokks 10 á sér. Takk. Fleiri hafa ekki gott sem hljóðst. Þeir sem geta samþykkt tillöguna gefa merki. Tillagan er samþykkt samhljóða. Liður 19, þátttaka í jafnvægisvog. Það er boð frá félagi kvenna í atvinnurekstri. Tillaga er að taka vel í boð til sveitarfélagsins frá félagi kvenna í atvinnurekstri þátttöku í svokallara jafnvægisvog. Og sveitarstjóra verði falið að undirrita viljayfirlýsingu þar Orðið er laust. Enginn hvað þessu hljóðust, þeir sem geta samþykkt tillöguna gefa merki. Tillagan er samþykkt samhljóða. Liður 20, aðalfundur SASS 2020. Aðalfundur SASS og HES. Lögð fram aðalfundarboð frá samtökum sunnlenskra sveitarfélaga og heilbrigðiseftirliti Suðurlands sem áætlað er að fram mun fara á Stræktahótelinu Hellu dagana 29. til 30. október næstkomandi. Tillaga er að fulltrúar sveitarfélagsins verði eftirtalin. Aðalfundur SASS. Aðalmenn Björk Grétarsdóttir, Hjalti Tómasson, Margrét Harpa Guðsteinsdóttir og Steindór Tómasson. Varamenn Haraldur Eiríksson, Ágúst Sigurðsson, Yngvi Harðarson og Yngvi Karl Jónsson. Aðalfundur HES, aðalmenn Haraldur Eiríksson, Hjalti Tómasson, Margrét Harpa Guðsteinsdóttir og Yngvi Harðarson. Varamenn Björk Grétarsdóttir, Ágúst Sigurðsson, Steindór Tómasson og Yngvi Karl Jónsson. Orðið er laust þessa tillögu. Enginn hvað þessu hljóðs. Þeir sem geta samþykkt þessa tillögu gefa merki. Tillagan er samþykkt samhljóða. Liður 21, svæðisskipulag fyrir Suðurhálendið. Það er fundargerðir og vinnugögn lögð fram til kynningar. Liður 22, samband íslenska sveitarfélaga, fundur 886. Fundargerðin lögð fram til kynningar. Og liður 23, kynningar Sinfóníuhljómsveit Suðurlands. Kynningarbréf verkefnið er hér lagt fram til kynningar. Þá er dagskráin tæmt og að lokinni undirritun yfirferð fundargerð. Segir sem fundi slitið. Takk fyrir góðan fund.